Hann má starta bara. Beint í leik. Jú. Herði, já. Vestar, já, við erum hérna búin í leik 2, vákað að þróa eitthvað off. Geggjaður leikur, FH bræðurnir greinilega að standa sig gríðarlega vel. Ég sá að Vestrix var með 10 fellur, Þorri með 7. Þeir tóku þarna fyrst og annarsæti. Eins og ég segi, þetta er mjög hratt prógram hjá okkur og við erum bara komin strax í næsta leik. Og eins og ég sjáu fyrir aftan mig, þá er bara fólk komið inn í leikinn, þannig að ég held að sé ekkert mikið að tala núna. Nei, við ætlum bara að fá að hoppa held ég bara beint yfir í leikinn og það er bara akkurat það sem við gerum. Færum okkur hérna aðeins og komum okkur í af stað. Skipir í skúli, fylgjum honum. Hérna fáum við aðeins að sjá svona hvar fólk er að fara. Er þetta bara sami bussnum í hinn áttin? Já. Þetta er bara sama lína yfir Hann fór bara tilbaka. Hann glimti einhverju. Sjáum við dreifinguna. Margir hérna að lenda í Palms. Kit Pro, við náum akkurat fyrstu fellinni sem er Sigurrós sem tekur hana. Getur hann á 2 strax? 1 í viðbót. Já, vel gert. Sigurrós að ná fyrstu 2 fellunum í leiknum. Þvílík byrjun hjá henni og já, þægilegt. Hún er bara með Palms núna 1. Getur bara nýtt allan tíma í heiminum og safna öllu sem hún þarf. Vissulega þá hoppum við yfir einhvern annan sem rétt mislum af Berry Cookie að falla. Ratti Termite, ok, þetta eru aðeins öðru sinna en hann er bara farinn. Já. Hann náði þarna einni fellur og sagði bara bye. Hann vill ekkert verið í þessum bæ lengur, hann er ekki með 1 skjöld. Aron er á staðnum Reyna Fortnite að taka Reyna Fortnite og já, vissulega allir út allt einhvern veginn að berjast. Nær eru 2 mjög nálægt hvorum öðrum. Það séu vissulega fyrir einhvern annan eða hvort þeir séu bara... Nei. Simons tekur... Já, var þetta O eða Q? Breiðablik. En... Já, þeir eru að reyna að spotta þetta allt. Það er mjög mikið í gangi hérna til að byrja með þessum leikjum. Nei. Og það er Veldrix sem er að taka Lams niður hérna bara strax. Tekur, já, FH maður tekur annan FH mann. CF3 Mystery, hann á Famous Zone líka. Það verður rígur á næstu æfingu hjá FH. Já, alveg klálega. Þetta er, hérna er verið að sýna hver er bestur í FH liðinu. Já, það er spurning hvort að þið séu að spila eitthvað saman í dúos eftir einhverjir af þeim. Já, Vestrix og Þorri eru saman, veit ég. Það er stórhættulegt dúo. Báður hérna ósynlega sýnist mér. Minnstakosti 2AM bot er Hilmar þar líka. Hann veit af honum eða hvað. Hann getur ekki farið inn gluggan nema að búið til hljóð. Eða hann hoppar hann bara beint yfir. Hilmar spilar þetta mjög vel, spottar hann strax og hann kemur hann yfir og nær fellunni meðan var Blúpsi að ná einu líka. Þetta er Krista Disco, er hann að fela sig? Nei, hann er bara mættur á sinn stað sem er einhvern veginn undir jörðinni. Það er í þessu fjarflutningstæki, sko. Það eru bara spilaraldi fyrir ofan hann. Hann er bara að hoppa hérna á milli, er að nýta hérna fjarflutning. Heyrist hérna gríðarlega læti þegar hann notar það. En sjáum hérna Sippi í miðjum bardaga þegar við hoppum hérna inn. Hefur enga leið inn eða hvað, jú, þetta er hans veggur.
Það er Sér enginn ekki. þar, hann er komin á bak við hann. Fluffy lúmskur hann að næra komast fyrir aftan hann einhvern veginn. Mark nefnilega með vegg hinum með við hann og náðu að byggja sig út úr þessu. Og meðan er Ellie Ninja orðið mjög lágur einhvers staðar. Þarna fellur hann fyrir Veltrix. Annað sækja aðra fellu. Símon og Dahlia núna að lenda saman. Símon hann snöggur að fá sér tjögg. Dahlia keyrir bara. Feldur. Mjög margar fellur sem við erum að sjá hérna til að byrja með þér. Fólk er ekkert voða rólegt á þessu móti hér hjá okkur í dag. Það er allir að sækja fellunar bara eins fljótt að geta. Og hérna sjáum við annan lokal aðgang Arena Gaming 34556. Já. Spurning hvort það sé hvað í gangi hana. Jú, vissulega Arena Fortnite 16 í vandræðum. Símon komið fyrir ofan hann. Nær hérna góðum skotum og nær fellunni. Tjögginn búinn að nýta svona gríðarlega vel. Það er þægilegt að hafa eitt svoleiðis. Svona að grípa smá drykk. Þetta maður nær góðri fellu. En hann veit ekki að Veltrix er þarna efst uppi á fjallinu. Spurning hvort að Veltrix sé búinn að spotta hann. Já. Góð skot hjá Veltrix. Þetta er ekki maðurinn sem þú vilt lenda í. Núna hoppar hann niður. Símon, spurning hvort hann sé að reyna að tjögg eða hvort hann sé bara að koma sér ennþá lengra niður. Síðanst hann verið að reyna að komast frá honum en Veltrix gríðarlegu spilari sína alla sína bestu takta í dag. Og bara líklegur toppspilari á mótinu. Veit ekkert hvernig staðan var í gær en Ef hann heldur svona áfram þá gæti hann örugglega bara tekið þetta, myndi ég halda. hann og Þorri mjög líklegir. Hérna mætu aftur hjá 3-4-5-5-6. Lúpsi kominn hérna í óþægilega stöðu en vill Arena Gaming virkilega hérna barda allan heldur áfram. Lúpsi, hann er vissulega með hringinn hjá sér, hann er kannski í betri stöðu en í bjóst við. Arena Gaming núna komin inn í zónið, það vissulega tikkar ekki mikið en vá, Lúpsi að taka mikinn skada hann á Arena Gaming 3-4-5-5-6. Gerir þetta greiðarlega vel. Beint í næsta bardaga, það er bara allt að gerast hérna. Zoe úr K-pop mætt á svæðið. Geggjuð mynd. Geggjuð mynd. Maður sjá hérna Veltrix. Hann er búinn að finna eitthvað, hann er búinn að finna Big Bro, skýtur á hann. Big Bro fer í lofti sem getur verið mjög hættulegt eins og við sjáum. Úff, Veltrix bara eldir. Skoðar samt í kringu sig hvort hann sjáu fleiri. Hann spottaði þarna fleiri. Hann spottaði Lil Bro. Lil Bro. Fer frá Big Bro yfir í Lil Bro. Lootgogginn í vondri stuð, þú vilt ekki vera svona opinn þegar Veltrix er nálægt. Veltrix, hann fjall á hæðinni, ekki skotunum. Hann var orðinn svo lár að smá fall var of mikið. Veltrix að ná Lil Bro hérna líka mögulega eða hvað ákveður að stoppa og skjölda. Sniðugt að gefa sér smá tíma í það. Gefur vissulega Lil Bro líka tíma í að reyna að koma sér aðeins aftur upp í lífi. Síðan það verður að tikka hægt og róla upp og verða með slörpinn í gangi. Hann fer bara. Nei, hann virkar ekki. Spurning hvort hann hafa óvart gert þetta. Já, Þú getur ekki brotið neitt með þessu, það? Þarfst ekki að vera opnuð svæðið til að nota jetpackinn? Jú. En Big Bro, hann er að komast í burtu. Nei, þetta var ekkert Big Bro, þetta var Lil Bro. Lil Bro sem var hann á staðnum. Big Bro vissulega komst í burtu áðan, en Alltaf Veltrix sé svona að reyna að beita hann. Segjast vera farinn, en er ekkert farinn. Af því hann er að horfa beint niður á hann.
Sýnist það að vera, það var kannski það sem hann var að gera með jetpackin líka. Það er hérna Big Bro að mæta. Big Bro og Lil Bro mættir hérna saman. Nei, það er Lil Bro litli. tekur Big Bro úr leiknum. Tekur stóra bróður sinn. Það verður erfitt. Kvöldmatarborðið í kvöld, sko. Já. Ekki skemmtilegt, en það er spurning hvort að þeir séu ekki að spila saman líka á eftir, eða? Jú, þeir eru það. Lil Bro og Big Bro. Hann er ennþá í vondri stöðu. Já, mættir aftur hjá 3-4-5-5-6. Og Þorri og Hilmar hérna. Þeir voru nú í loka bardaðum áðan. Skot að koma í gegn. Þorri færir sig bara neðar. Er ekki alveg viss hvar Hilmar er. Svett tekur út Fluffy. Svett að spila annan góða leik, komst í svona loka hringina áðan. Spurning hvort þeir veit ekki alveg hvort þeir eiga að fara í bardaðan eða ekki. Þeir eru alveg á kantinum við zónið. Það er annar bardaði bara hann rétt hjá, sýnst mér. En allir mjög glaðir að taka bardaða bara hér og þar og allstaðar í dag. En núna hringur fyrir að stað og þá þurfa þeir að fara að stað og Hilmar lendir bara í kassanum hjá Þorra og Þorri grípur þetta. Fær tjögg-tjöggið hérna fyrir það líka. Núna C3 Shade. Getur fengið Þorra í bakið, hann passa sig ekki. Hann er ekki með neitt skjöld. Hann spottar Þorra. Já, kemur það. Þorri ekki alveg nóg fljótur að koma góðum skotum í gegn, en Þetta getur verið rosa hættulegt fyrir Shade ef hann ætlar að fara að bústa sig upp og hann gerir það og ætlar að Þorri ná honum í loftinu. Hann þarf að hitta hann 3 sinnum. Tekur hann að sénsinn og heldur sér í loftinu. Ég veit ekki alveg. Já, ok. Hann sleppur. Rétt sleppur með þetta. Þetta var hættulegt en vissulega virkaði. Nokkur er ennþá alveg endan á hringnum. Þeir eru 2 að fara að mætast þannig að Þetta er Þorri að eldan. já, Þorri náði að fylgja honum eftir. Og já, grípur aðra fellu, komið 5 fellur í þessum leik. Ég vil spila. Svett bíður eftir góðu skoti hérna. Seldin stoppaði hann í smá stund, þannig að hann byrjaði að skjóta en fór síðan strax eftir á stað. Hann mæti síðan bara með sín eigin skot á móti. Svarar. En er Lil Bro þarna upp á fjallinu að bíða? Lil Bro hlýtur að kíkja hérna niður. Sjá Svett. Já, hann er í runnanum. Spurning hvort að Svett vita af honum. Nei, hann veit ekki af honum. Lil Bro nær góðu skotum en Svett er ennþá í lífi. Nær að byggja í kringum hann. Gerir þetta gríðarlega vel, komið mjög hátt upp núna. Bara byggir hérna blokk á stuttum tíma. Kemur sér vel fyrir, byrjar að safna aftur lífi. En hann er bara að keyra. Hann er óánægður. Skítur í runnan, veit ekki hvort að hann sé ennþá þar eða hvort að hann sé eitthvað staðar annars staðar. Lil Bro hins vegar búinn að koma sér fyrir hérna undir bygginguna. Svett hoppar. Hann niður. Skotið í bakið. Hann virðist ekkert pæla í því. Nei, hann ætla bara að halda áfram. Hún er langar í næstu fellu og hann sá tækifæri. Hann er bara að elta. Hann er ekki að hafa sig inn. Eins og moldvarpa. Er inn í storminu samt. Kemst hann það inn. Mystery hefur ekkert tíman í þetta. Hann verður að byrja að nota medkitið sitt sem hann setur í gang. Hann er sem bara rétt svo á lífi. Nær að koma sér aðeins upp núna medkitið að Þægilegur.
Hílar hraðar. Svett. Það hann að svara. Jetpackinn. Hann kannski í náðunum. En hann þarf að drífa sig inn. Svett líka. Slætar hann niður fjallið, mjög vel gert hjá honum. Þá er Lil Bro í slag líka. Margir á svipum stað núna. Ég ekki sjálfur mér. Tókstu örugglega eitthvað saman. Já. Þannig? Nei. Ég heyri þér. Þannig. Þorri að fara í loftið. Verið að skjóta hann. Góð lending hjá honum. Ennþá verið að skjóta hann. Það er mystery. Þorri og mystery báðir komnir inn í hring. Þorri kassa sig upp og mystery gerir ekki það sama. Við erum með hérna marga á línunni. Sigurrós líka að fljúga inn. Kemur sér fyrir. Átti geggjaða byrjun hana. Þá fáum við að sjá hringurinn er orðinn ansi smár. Veltrix er að taka hérna. Blanka er dead. Veltrix. Það er allt mjög duglegur út allt. Ég fylgfellur á hann núna. 6 eftir. Þorri og Veltrix aftur. Vá. Góð skot þarna. Lil Bro búinn að koma sér úr þessari vondustöðu sem hann var áðan móti Big Bro. Alla leiðina hingað. Og spinnu Þorra þarna. Góð skot. Þorri þarf að stoppa í smá og sílda sig upp. Svarar. Neitt meira heldur en að eina skjöld samt. Má ekki taka meiri skaða. Núna getur Hjálmar þar á ansi. Hann er alveg á endanum, hann þarf að fara að byrja að hlaupa. Hefur ekkert, hann getur ekki verið inn í storminum. Skýtur sér upp. Þorri er mjög lár. Nei, mystery lokar hann á hann. Kemur svo samt vel fyrir. Veltrix er að halda pressunni á hann. Lil Bro og Sigurrós í slag en Þorri tekur Sigurrós út. Ætli hann sé ekki þá ekki að horfa á Lil Bro líka. Lil Bro ekki góð upp stað. Engin skjöldur til að spila með. Veltrix. Þú koma sér aftur á toppinn. C3 Mystery og Lil Hjálmar. Nei. Tók hann út? Hjálmar? Síðanst það Mystery fellur fyrir Hjálmar. 4 eftir. Lil Bro að sækja á Hjálmar hérna. Lil Bro búinn að boxa sig núna en Hjálmar vissulega bara hliðin á honum. Lil Bro að lenda í smá vandræðum. Þorri mættu líka í hann að barda. Hjálmar hefur nóg til að byggja, hann þarf bara að byggja meira. Veltrix virkilega lár þarna. Þorri er búinn að taka einn út og allar að sækja Veltrix núna. Þorri og Veltrix aftur að slást. Þorri með miklu betri stöðu núna heldur en síðasta leik. Hann þarf í rauninni bara að hitta einu sinni góðu skoti. Og hann gerir það. Aftur þeir tveir síðustu og Þorri með
10 fellur. Þeir skiptust bara. Já, þeir skiptist bara gríðarlegir FH strákarnir. En við hendum aftur í stuttar auglýsingar og mætum síðan aftur á borðið eftir skamma stund. Korni, vertu klár í slaginn. Korni Smoothie, 100% náttúruleg hráefni, án viðbætt sykurs og rotvarnarefna. Tilvalið í nestisboxið.
Já, velkomin eftir að skjáin. Ég var hérna að klára kornið þess vegna ég ætla að byrja aðeins fyrr. En Solos þá búið hjá okkur hérna á Rigg. Við vorum að tókum hérna 3 leiki og við erum að fara að byrja núna á Duos og það verður gaman að sjá hvað svona, eins og við erum að tala við sáum oft FH-bræðurnar vera að keppa móti einhverjum öðrum, nú eru þeir sameinaðir. Eru þeir að fara að vinna? Þeir eru nú sigur stranglegir með að við framistöðinu sína í morgun. Já, algjörlega. Með við það, þeir eru top 2 í Solos. Þú veist, er það dúo þá ekki bara langbest? Já, það maður heldur það. Þeir eru top 2 af þeim leikjum sem við allavega náðum að sjá og horfa á. Já. Og ég allavega spái því að þeir FH-bræðurnir séu allavega top 3 bara í hverjum einasta leik. Já, það held ég bara með við framistöðuna, bara varla hægt að segja annað. En við erum nú búin að koma langflestum inn í leik, þannig að við erum ekki að fara að vera allt of mikið að tuða hérna. Við förum bara bráðum að fara inn í fyrsta dúoleikin, hérna seinni partinn á okkur. Já, þá er ákveðið að stytta mótið aðeins. Þú talaðir hérna í byrjun 5 leiki af Solos og 5 dúos. Já. Það verður vissulega bara 3 leikir af Solos og 3 leikir af dúos, býst við. En það er bara fínt. Við það er algjörlega nóg, finnst mér. 6 leikir af Fortnite á dag. Það er slatti. Það er slatti, sko. Ef þú ætlar að fara upp í 10 þá ertu, veist, það er rosa mikið, sko. Það er rosa mikið. Hver leikur getur alveg verið 20-25 mínútur. Þú komin bara í marga klukkutíma af spilun, sem já, það er gaman, en það er svolítið mikið. Já, vissulega fyrir þá sem að detta út svona snemma og eitthvað, þá eru 10 leikir kannski aðeins minna, en fyrir þá sem að eru, fara langt eins og FH-strákana og svoleiðis að þetta er mjög mikið spilun og fyrir okkur þá er þetta mjög langt að vera að lýsa svona mjög lengi, en venjulega væri það vissulega svoleiðis að við værum kannski að skiptast út eða eitthvað þegar þetta er svona, en þetta er allt fínt og flott og ég held að séu allir að skemmta sér þrátt fyrir 2 færri leiki. Það er allavega að nóa einhverju og hlaupa hérna fram og tilbaka og einhver gríðarleg skemmtun í gangi. Þannig að ég tel bara alla að vera í góðu skapi og hafa borðað og skemmt sér vel hérna í pásunni sem við fengum. Já, ég er einmitt búinn að kíkja hérna fram og það er geggjur stemming hérna. Fólk að veifa á okkur hérna hægri vinstri, eins og við töluðum áðan, við varum basically bara eins og dýr í dýragarði, sko, að lýsa fyrir þeim. Já, En þetta er gaman og stemmingin er góð hérna í arína. Nóg af korni og... Nóg af korni. Við fengum okkur báðið korni í pásunni. Já, ég var að smakka inn í fyrsta skipti mjólkur kornið, sem er svona pínus og Rice Krispies, súkkulaði, kökurnar ef einhver hefur smakkað þær. Svona öðruvísi áferð. Bjóst ekki kannski við því, en ég er ekkert kannski besti maðurinn til að lýsa einhverjum upplifum á korni í, en... Nei, það er, við erum með að lýsa rafi í þróttum, ekki mat, sko. Ég er kannski að prófa það. Já, áfæði verið það. Já, sjá hvernig ferlið er. Já, það gæti verið meiri peningu þar, sko. Aldrei að vita, þannig að bara ef einhver... Vera svona dómari fyrir Michelin eða eitthvað. Já. Fyrir dekja kompanið, það. Ef einhver er að horfa sem er með stöðuna í það að setja okkur í það, þá bara heyri okkur. Já, bara endilega, sko. Við erum að lýsa korni fram og tilbaka í alla dag. Já. En já, það er vissulega styttst í leikinn. Ég held að síðustu spilararnir séu bara að koma sér fyrir. Annars er þetta bara alltaf ganga mjög vel hjá okkur í dag, finnst mér svona allavega frammi. Og eins og ég sagði það, allir að skemmta sér rosa vel og við þökkum auðvitað kærlega fyrir alla styrktaraðilana okkar aftur. Vissulega sjást mjög vel hérna nema ég er að blokka hérna ljósleðarann. En já, ég veit ekki, ertu með einhver spá fyrir Duos, þú veist, annað heldur en FH-bræðurnir? Já, þarna heyrði ég eitthvað kall frammi, örugglega leikar að fara að breiða, en spáin, já, FH-bræðurnir eru búin að standa sig vel, síðan eru svona nokkrir aðrir sem eru búin að vera, stelpurnar, Sigurrós og Amelia, þær eru búin að ná oftast bara mjög langt, þannig að ég get alveg spáð þeim bara góðu gengi. Líka gaman að fá svona fjölbreytni, þetta er oftast fleiri strákar heldur en stelpur sem eru að keppa hérna, en við erum með stelpu
flokkinn sem er bara að standa sig vel, sko. Já. Og Duos er náttúrulega bara, mér finnst skemmtilegra persónulega að horfa á Duos og jafnvel gætu við einhvern tíðan farið í Trios sem væri það 3, en það er ekki núna í dag. Nei. Og já, en ert þú með einhverja spá svona með við hvernig við horfum á Solar? Eitthvað sem sé 3, ég veit ekki hvernig er svona að koma sér saman, hverjir eru saman og svoleiðis. En það er eiginlega engin önnur svona sérstök spá frá mér, en við erum bara sett í leikinn og hoppum hérna yfir. Spenntast. Já, fáum að skoða hvernig liðin fara, nokkrir að lenda svipuðum stöðum. Kíkjum hérna í Bumpy. Það er Bot og Júf. Það lenda saman, þetta eru 52 spilarar sem við höfum, 26 lið. Góð skráning. Pláss fyrir fleiri. Þorri þetta fyrstur að fá fellu. Veltrix fylgir því síðan eftir, en hérna, já, eru þessir að finna slag. Hann leipur bara inn og sendir í algjöru samloku. Þannig að kemur síðan hérna ofan og fellur strax. Og þeir detta hérna út. Joker tekur á báða. Jóhann Löf og Joker ná hérna í tvær fellur. En svo Gliggs, hann er í barda, fellir hérna Black Candidate. Og sýndist Símon hafa tekið hinn, King Bob Gamer, vel spilað hjá þeim. Strax að byrja 3 lið dottin út. Og já, þetta er mjög fljótt að gerast í dag. Það eru allir mjög svona ákvæður í það að fara bara strax í einhverja barda. Og þannig að sjáum við nú bara liðsfélagana ákvað að fara í burtu frá bardaða sem var að gerast þannig fyrir aftan. Liðin aðeins búin að koma sér vel betur fyrir. 3 lið að fara að lenda hérna í sama svæði, eða reyndar. Já, við erum að horfa á hérna A-Guy og Crystal Disco. Þeir eru bara með sama plan. Þeir hanga hérna inn í þessum. Skipið í skúli. Fellur bara í Cookie. Tekið hann alveg út á Orvar. Orsson kominn í barda, var skipið í skúli hérna. Það verður að skjóta hann frá 2 áttum. Hann reynir að fela sig þarna bak við tréð. Stór hættulegt. Skjóta sér upp, en wow! Orange, dettur. Lexi á svona betri staðsendingu, þarf ekki að hafa ágjur á neinum sé að skjóta sig. Tekur hann á þægilega. Finnir hvort að liðsfélaginn sé að elta eitthvað, mér sýnist það. Hann er að elta Skúla. Og hann á 1 í lífi eða eitthvað. Bókstaflega. Bókstaflega 1 í lífi nær skildinum, en ætti að vera skotin í bakið og þarna kemur það. Benoford fylgir skipið í Skúla frekar langt eftir til að ná að klára þetta, vildi ekki leyfa honum. Lexi er í einhverju vesinni, hann er reynda bara að berjast á móti hérna bottanum, en þeir geta meitt. Jájá, hann fær allavega eitthvað til að koma sér aftur upp í lífi. Og C3 Big Bro og Lil Bro. Svo við töluðum áðan, það var
litli bróðurinn sem að tók stóra bróðurinn út á hann. En vonandi var orðnir bara góði vinir aftur núna, bræðirnir. Þurfa allan að vera bara sömu blaðsíðu þegar þeir eru að mæta hérna í duos. Jóhann Löf. Þeir virðast ekki verið búin að spotta. Jóhann sé Lilbro og byrja að skjóta hann. Vá, taka hann strax út. Hvað ætla Big Bro þá að gera? Ætla hann að svara? Hann flýr. Hann sagði, þú tókst mig áðan, ég farinn. Hann bara, þú sérðum þig. Ja, nær Lilbro að nota trampolínin til að koma sér svona. Hestan. Hann að skríða hérna, já. Hann tekinn út. Reynd sitt besta. Spurning hvað Big Bro ætlar að gera. Ætla hann býði aðeins inn í hringnum og komi svo og ná í kortið hans. Þorri og Veldrix að taka þarna Amelíu, sagði ég. Og Sigurós núna. Þorri og Veldrix strax byrja þær að taka út marga City Boy, að taka Sippa. C3 liðin að lenda saman. Hilmar klára síðan Sippa. Veldrix og Þorri að taka annað lið niður. Þeir eru ekki lengi að þessu. Konum með 6 fellur. 3 lið farin og það er bara af þeim. Það er 1/3 af þeim sem að hafa dottið úr, eru búin að vera teknir út af þessum strákum. Við töluðum þetta áðan, þetta eru strákarnir sem voru í topp 2 slagnum og eru klárlega að fara að halda því áfram hér þegar þeir eru að spila saman í liði. Þeir voru mjög svona öryggi með sig og eltu eiginlega bara alla uppi. Mjög svona ákvæður og gróðir í leiknum áðan og halda því bara áfram hér að leita bara næsta liði. Ekkert í því að bíða í rólegheitum. Það er liðin að aðeins fyrir framan þá. Spurning hvort að þeir fara nú að spotta hann. Snúa við. Nei, Þorri er búinn að örugglega gefa upplýsingar að hann sé búinn að finna hann. Tekur rosalega skada hins vegar. Komin í 62 líf, Símon. Veldrix er að aðstoða Þorra. Komin með hægrandi. Keyrir beint á Símon. Þá kemur Þorra og hjálpar. Símon í smá vandræðum en það er liðsfélaginn mætir til að hjálpa honum hérna fyrir ofan. Gerir þetta vel. Núna Veldrix að reyna að koma sér hérna upp. Góðu skoti þarna. Brýtur skjöldin strax og það er trampolínin til að reyna að koma sér út. Klixir reynir sem getur að komast í burt. Vá, nær þarna hausi. Símons er aðeins lengar frá hérna. Þeir heyri í honum og virkilega lár Símon núna. Spurning hvað hann er að gera. Þeir eru 2 að elta hann uppi. Þetta er, já, ætti að vera svona síðustu sekundunar hans hér eða hvað. Hérna kemur Þorri að elta hann. Finnur hann hérna í litla hotninu sínu að reyna að sílda sig og híla sig upp. Þorri gerir bara það líka hérna fyrir framan hann. Þannig að koma skotin út. Þorri hefur betur fyrsta skotið. Hann byggir sér lengra upp og nær honum gríðarlega vel spila hjá sem strákum. Það er ekkert hvort þau séu bræður eða ekki. Nei. En Þorri og Veldrix. Topplið. Þeir heyra þennan barda. Mér sýnst þau vera að lenda bara hérna fyrir ofan. Þorri lendur inn. Veldrix. Í öðrum barda er margir að berjast hérna. Bardaði uppi, bardaði niðri. Joker fellur. Lexi og Benoford er að skjóta á Veldrix og Þorri er núna að byggja upp til hans til að hjálpa honum. FH-bræðurnir í smá vesinni. Kannski búin að koma sér í aðeins of mikinn bardagi hérna en flestir byrjaðir að nota jetpackinn til að reyna að komast út. C3 Shade kemur hérna alveg til hliðar. Veldrix skotinu í loftinu, þetta er stór hættulegt. Hann þarf að fljúga mjög vel til að losa sig við skotin, gerir það. Veldrix og Þorri í svona ekkert eitthvað bestu aðstöðu í heimi en Lexi og Benoford
Með mikla pressu. En og Þorri. ennþá Það er að halda Þorra, Þorri getur verið fallinn! 1 skot í viðbót. Eitt skot eða bara 1 tikk af þessu stormi. Benonford. Sjáum hérna Veldrix er að kasta til Þorra líf. Vel spila hjá þeim. Góð pressa frá Lexa á félögum. Þorri kominn aftur samt upp í 150 líf. Hann var ansi lágur þarna. Hann var bara komið niður fyrir 10. Vantaði ekki mikið upp á en núna eru þeir komnir aftur á stað. Það fá Lexi. Vá. Þorri. Og þeir Ekki langt niður. Aftur. vita ekki að Veldrix er þarna hægra megin. Með gott engul. Leysirar þarna Benno. Kastar til Þorra en Þorri fer á stað. Vel spilið á Veldrix en að gefa Þorra aðstoð. Benno hefur nú tjögg sem hann byrjar að tjögga. Lex er að reyna að halda pressunni. En þeir þurfa að fara að koma sér því að hringurinn er alveg töluvert langt í burtu. Þannig að þeir eru það á stað. Lexi skotin illa niður af. Þorra Veldrix. Vá, þessi pressa er ótrúlega núna. Búið að snúast algjörlega við það sem að Veldrix kom sér í svo góða stöðu. Lexi fyrir upp í loftið en þeir drita niður. Benonford er vissulega í loftinu líka en þeir taka jetpackinn og reyna að fylgja þessu eftir. Lexi er bara krjúpandi hana. Þeir taka hann, reyna að klára hann hérna held ég. Gera það. Ég veit að hann að rúlla sér eitthvað í áttina að göngunum en dugði ekki. Veit ekki hvort þeir vita hvar Benonford er núna en komin hérna aðeins lengra að hringnum. C3 Mystery og Sweat. Þeir fara bara. Spurning hvort að Benno sé hann er bara lengst inn í storminum. Spurning hvað hann er að gera. Hefur medkit, hefur tjögg. Hann getur verið hérna alveg í góðan tíma. En eins og við sjáum það er hann alveg frekar langt í burtu. Og Veldrix og félagar mættir. Risa bardagi gangi. Þorri tekur Agai. Kristó Disko er þarna. Einu mínum uppáhaldsspilarum. Fylgir fellur líka. Mystery búinn að mista veginn sinn. Spila þetta mjög vel hins vegar. Þorri með pressuna hinum megin. Já, Þorri nær honum. Ég spila hjá FA bræðurum. Þeir eru komnir upp í, já, 13 fellur saman. Þeir eru að taka yfir kortið, Lútgokkin, Seiðin. Algjörum vandræðum hérna. Krummi. Kemur sér ágæti stöð og það var kom einhverjum upp. Var það Benno? Benoford er búinn að ná í Lexa. Meðan eru, já, Þorri búinn að taka fleiri fellur. Er komið í 11 sjálfur. Þeir hætta ekki að berjast. Þeir bara halda áfram að leita öllum á mappinu. Og þeir eru að elta hérna næsta mann, það er Hjálmar. Finna Hjálmar og Krumma. Tvö lið þetta beint fyrir framan hann. Já, byrjar að skjóta. Ekki trættu við þetta teku Hjálmar hérna sem hann fór upp í loftið. Hann er dottinn út. Veldrix tekur Seitin á meðan hann að hinum einn. Og það var, vinur hans var fallinn, hann er að þetta var annað lið að detta út. Það eru bara 4 lið eftir. En vissulega 8 í því, þannig að hljóta að vera hérna allir 2 í sínum 4 hérna eftir. Nú eru FA bræður að sækja á þá.
Eru með hringinn. Þeir eru að spila þetta frá tveim mismunandi sjónarhóðnum hér. Þorri og Veldrix. Veldrix komin hérna fyrir ofan. Og meðan þið Þorri að skjóta, bara að drita á veggina. Veldrix bara að taka hennan annað lið, blúpsa hennan beint fyrir neðan. Tekur Drekason. Hann heldur bara áfram. Þeir eru að spila þetta 1-2 hérna, strákanir. Veldrix var skot í bakið. Þeir halda pressin á blúpsa nær vegnum hans. Blúpsi versi með að setja... vel varið samt hjá blúpsa að setja stiga á móti. Það er bara ekki nógu móti þessum strákum. Þeir eru að taka alla út. Þeir ætla að vinna þetta alveg klálega. Núna liðið sem að, já, Þorri er búinn að vera að skjóta á síðasta hálftíman. Já. Þeir fá ekki frið. Hann hættir ekki. Og þá fyrir Veldrix að skjóta á hina hliðina. Krummi, orðinn frekar lár. Orson líka. Þeir eru ekki með mikið eftir hérna. Komnir í stálið til að reyna að halda sér lífi. Virkilega vel gert hjá Veldrix. Klára að krumma hérna og fer síðan á stað. Og félaginn hans fellur í storminum. Þá var bara eitt lið eftir. Við erum að tala það að það er Bedonford og Lexi sem að þeir eru búnir að vinna einu sinni í bardaga en þeir eru mættir aftur. Þetta er góður loka bardagi. Round 2. Þorri og Veldrix búin að raða inn fellunum. Kemur ekki óvart ef þeir eru bara með það mörg stig eftir það. Myndi samt vera fyrir ofan þessa 2 þrátt fyrir að þeir myndi klára leikinn. Veldrix fer upp í loftið. Spurning hvort það sé hættulegt. Tekur hann að 90 skada. Lexi tekur skada frá Þorra. Lexi hefur engan skjöld. Hann getur eiginlega ekki verið að skiptast á svona skotum. Bedonford ekki heldur. Þetta lítur ekkert rosa vel út fyrir Lexa og bræður. Lexi og Bedon engin skjöldur eftir. Báðir komnir undir 100. Ja, Bedon enda í 100. Það er það eina, þeir eru ekki með neitt skjöld og Veldrix og Þorri halda bara áfram að banka upp að hjá þeim. Hann er með góða stöðu þarna uppi. Ringurinn fer til þeirra. Lexi feldur. Ætli þeir farið þá ekki bara keiri. Akkurat það við að gera. Bedonford missir vegginn hérna. Sikkur megin á veggnum og Þorri tekur hann hana í bakinu. 15-8 fellur. Við erum að tala um 23 fellur. Sæll. Næsti helmingurinn. 23 fellur. Það er næsti helmingur af þeim sem að voru í þessi lobbyi. Þessi tveir er gríðarlega sterkir og halda þessu áfram frá Solos. Skellum okkur yfir í smá auglýsingar og hittum ykkur síðan aftur á borðinu. Korni, vertu klár í slaginn. Korni Smoothie. 100% náttúruleg hráefni. Án viðbætt sykurs og rotvarnarefna. Tilvalið í nestisboxið.
Já, þá fyrsti leikur í Duos búinn og auðvitað eru það FH bræður sem að taka sigurinn með sko 23 fellur næstu í helminginn af hópnum sem er hérna í dag. Þetta er bara gríðarlega góð framistæða hjá þeim og ef þeir halda svona áfram, þeir eru bara örugglega langefstir eins og er mögulega að fara að taka þetta bara. Já, mér finnst það allan að mjög líklegt. Þeir eru búin að vera bara fáránlega flottir í allan dag og búin að standa sig gríðarlega vel og við sáum núna líka bara hvernig þeir spila saman. Það er engin pása hjá þeim. Þeir bara skella sér í næsta barta, lenda í vondum stöðum vissulega. Já. Lendu hana í alveg vandamálum á móti FH Lexa til dæmis. En já, spiluðu það bara vel, splittuðu bara upp, gerðu bardagan þannig að þeir voru allt í einu með high ground og bara, já, breyttu stöðunni. Þannig að ég sé engan geta stoppað á núna nema bara með smá heppni, sko. Já, jokes. Já, þeir eru mitt mjög góðir í því að gera, já, eins og Þorri var þarna mjög lágur á tímabili að koma sér aftur í góða stöðu. Ok, þeir eru búin að vera að keyra allan tíman en þeir eru samt líka tilbúin að bakka smá, sílda sig upp og síðan leggja stað aftur. Eins og við sáum hann á móti Lexa og Benno félögum sem mér fannst reynda mjög skemmtilegt að koma sér aftur í lokinn og svona eiga seinni bardagan einhvern veginn. Já. Því miður voru Lexi og félagar ekki minnið skjöld þannig að þeir gátu eiginlega ekkert verið að skjótast á svona á milli og Nei, þeir komu náttúrulega svo seint inn í hringinn og finna engan barda þannig til að svona pikka upp einhverja skildi eða eitthvað og já, vissulega var það bara svoleiðis að FH-strákunum voru búin að taka alla út en ég held að við séum bara ready í leik þannig að við ætlum bara að fara að byrja hann, koma okkur inn í þetta lobby og bara byrja næsta leik. Já, annar leikurinn í dag af 3 þannig að þetta fer að klárast, skellið ykkur í sófan, hafið gaman næsta klukkutíman, takt hann frá og svo getur við fara að horfa á eitthvað annað. Akkurat, horfa á eitthvað annað, gera eitthvað annað en já, ég held að við séum bara að fara að færa okkur yfir í leikinn og já, færa okkur aðeins til og allir sestir við tölvunar hérna frammi, tilbúnir í þetta og hérna eru komnir í lobbyið. Já, þannig að sjáum við svona aðeins hvernig rútan fer yfir kortið og hvar fólk er að hoppa út. Vel dreift hérna. Þannig að sjáum við Þorra og Veltrix. Ok, að fara pínu langt frá Össunum. Lexi strax byrjar að fella einhvern. Við getum fundið hann. Þeir eru bara báðir farnir bara í kukki. Já, við erum orðið seinir í það. Það eru rosa margir hérna að berjast á mappinu. Mr. Klee. Já. Veitu, hvernig, Mr. Klee tekur sjálf á sig. Veit ekki hvað gerði sig honum en nú Við erum alveg að finna eitthvað. Emil byrjar að skjóta á hvað er þetta, JT stöf. Ætti við ætla kannski að safna meira vonandi finna skjöld. Spyrum hvort að Sippi sé að gera það sama. Nei, hann er bara líka hérna. Stundum er betra að bíða í Nei, Þorri! Hvað? Þorri dottinn út! Hver? Ef við finnum hérna liðspilaðan Fylki skýr að detta út. Allir detta út hérna. Mickey Moon. Veltrix tekur Your Sweat á móti
Hérna er Veltrix, þetta er 1-1. Mystery gæti, ef hann klárar Veltrix núna, gæti verið rosa gott fyrir CS3. Gæti bara verið rosa gott fyrir all lobbyið ef að þetta lið dettur út sem fyrst. Mystery er að hlaupa hérna á bakveðan, ég veit ekki, hann áttar sig ekki á því held ég. Hann er ennþá að leita villisum stað, Mystery komin á bakveðan, ætlar að labba upp stígan hérna. Eða hvað? Jú, byrjar að labba upp stígan. Hætti við, þeir veit ekki hvar hinn er. Hann er bak við skiltið. Þetta er pínu feluleikur núna. Sá sem stendur uppi sem sigurvegari úr þessum bardaga getur náð í vin sinn. Þetta er rosa stór bardaga hérna, 1-1. Eflaust að peppa liðsfélagið sinn, þeir sitja örugglega hlið við hlið. Veltrix, sá hann þarna? Held ekki. Þannig heldur áfram að færa sig til C3 Mystery er samt Mystery ætti að vera búinn að sjá hann núna mögulega. Veltrix spilar þetta rólega hérna. Þannig að Mystery byrjar að labba upp stigann. Hann ætlar ekki að gefa frá sér nein hljóð. Báðir alveg silent hérna en ég held að það sé engin leið upp fyrir Mystery nema að gera einhver ljóð. Þannig að núna er hann að reyna að finna leiðina upp. Hann ætlar að snúa við fyrir hinum megin. Hann veit held ég að Veltrix er hérna upp á. Hlýtur að hafa spottað hann áðan. En núna er spurningin hvernig ætlar að koma þér upp. Pikkar upp. Nei. Reals. Nei, byrju, hætti við. Veltrix, Veltrix sneri við. Kemur hann hérna fram. Hann gerir það, Veltrix finnur Mystery fyrst. Og núna fer bardaginn af stað. Loka báður sig inni í kassa. Og núna Veltrix byrjar að banka upp á hjá Mystery. Hvar ætlar hann að koma sér inn? Hann að reyna allar áttir. Veltrix á ekkert eftir. Hann nær þessu. Hann búið með allt. Hann átti engan skjöld, ekkert til að byggja. Mystery miður tekin hérna og það gefur Veltrix tíma til að ná Þorra aftur upp. Tekur hann að kortið hans, fer síðan að næsta bíl og já, lífgar hann við. Já, er með eitthvað trampolín til að koma sér og vinni sínum aftur hratt inn í hringinn. En þarna var ekki langt frá því að toppspilararnir dutti út og meðan er Simon að ná sér í Arena Fortnite 16. Vemli Penguin að finna einhvern líka. Hérna eru þeir þrír. Seidin. Spotta klicks hana. Góð skot. Ludigagin. Spurning hvort að þeir ætla að fara að gera árás. Simon og þeir eru allavega búin að hörfa. Óþarfa skaði þarna sem hann tekur. Missir 20 líf, sár hann að medkit, ákveður að taka það ekki. Finnur annað en einni. Mist af því. Já, 3. Já, þægilegt. En Simon og þeir í mjög þægilegri stöðu. Þannig með Chug og 6 minishields. Klicks með 6 minishields og 2 slurp. Þannig að þeir eru nú í þægilegri stöðu. En sýnist þeir bara ætla að sleppa þessum bardaga. Já, bæði lið bara að hörfa. Sjáum hérna einhver bardagi hér í gangi, FH Lexi. Leita að einhverjum hérna niðri. Chug. Og þeir finna hann. Mr. Klee tekinn að báðum. C3 Agent en þá reynir að koma sér burt. Og Mansson félagi hjá Klee ætlar hann að koma og reyna að ná í korti strax. Nei. Flýgur með hausinn fyrst inn í þessi skot og Herru, þarna er einhver sem er ennþá. Já, hann er að reyna að koma sér burt en Lexi klárar það. Ég veit ekki, C3 Agent, ég veit ekki hver liðsfélagi hans er og hvar hann er. Hann er vissulega ennþá á lífi. Hann er kominn. Já, kominn og farinn. Þetta var ekki, tók ekki langa tíma en Amelia sýnist mér hafa verið að ná einhverju felli við sigur og svo Amelia gera vel. Nú var mér
Þetta var ekki gott. Jetpack, en hann er síðan tekið niður fyrir að reyna að skjóta hann. Sippi í vatninu. Sippi þarf að spara. 3 í líf, má ekki vera hittur einu sinni en tekinn. Penguin og Sippi eru fallinir. Símon tekur hann, ætla að ná í... Nei, það er búið að fella Kliks alveg. Símon þarf þá að reyna að finna kortið hans og ná hann upp aftur. Hann veit ekki alveg hvaðan þetta kom. Arena Gaming 34556 tekur Hundsilla upp. Lex eru mættir aftur í bardagan á móti Þorra og Veltrix. Bardaginn sem aldrei hættir greinlega. Þessi 2 lið. 3. bardaginn í 2 leikjum sem við fáum hjá þeim. Það er alltaf brotna undir Benum Ford. Þorri og Veltrix duglegir að skjóta. En hvar er Lexi? Sjáum hann ekki hér. Hann er fyrir aftan. Rólu er að bíða eftir þeim hérna. Veltrix og Þorri Setja koma á sama pressuna á stað. þá hérna. Lexi er farin að pressa. Spurning hvort þau geta náð F-bræðurum núna. Eru þeir í góðri stöðu? Veltrix er með skjöld. Þorri hefur engan skjöld eftir. Þetta var Veltrix sem ekki... Það var ekki gott. Benno þarf eiginlega að keyra strax og reyna að ná Veltrix meðan hann er svona lár. Hann reynir að gera það, næri því ekki. Gaf honum eiginlega tjögg. Spurning hvort að Lexi hefði ekki átt að hoppa inn í kassan. En Benno kemst í burtu og mögulega næri Lexi upp og á síðan bardaga nr. 2. Já, eins og áðan. það gæti vel verið að við fáum bardaga 2 aftur hjá þessum. En núna er Aron í miðjum bardaga sem að boxa sig inn í hérna Big Bro, Little Bro. Þeir segja bara nei, en Lil Bro, hann klikkar aðeins. Notar hann að jetpacki á vitlausum stað og þarf þá að bíða. Lil Bro, spurning hvort hann biður aðstoð. Hvað er Big Bro að gera? Ætli hann sé bara, já, hann er bara búinn að skilja hann eftir eins og í síðasta leik. Lil Bro þarf þá að koma sér í burtu. Ætti að geta notað þetta jetpack bráðum. Byggir hann eins og hann getur. Þetta er samt óþægileg staða. Andri nær góðu skot á Lil Bro. Skiptir hann stöðu. Lil Bro er tekinn. Það er spurning bara. Big Bro, hvar er hann? Hann er bara farinn. Sjáum við Veltrix. Þorri. Þorri fer þá að fylgir eftir. Krummi er ekki í góðri stöðu. Vá, Þorri missir samt 150. Það er smá bakka fyrir felluna. Byrjar að silda sig aftur. Krummi mjög vondri stöðu hér. Með Þorra og Veltrix sikkur megin við sig. Akkurat liðið sem þú vilt ekki hafa á móti þér. Og hérna er byrjar að skoti niður og er bara tekinn af þessum 2. Þeir hætti ekki. Og hérna frískot á Dani og... Tekinn hann frá Aron Andra og félögum. Veltrix og Þorri er að spila mjög vel. Eru samt líka að lenda í alveg erfiðum aðstæðum en ná einhvern veginn að koma sér alltaf út úr þeim. Ótrúlegt hvað þessi 2 eru múin að spila vel í dag. Spurning hvort það er alltaf Veltrix allan að fara á stað. Þeir sjá það, þeir eru að skjóta á hann. Og mæti Þorri. Þorri er bara farin í slaginn.
Byrjar að bakka aðeins aftur. Hver að fara ekki svona langt. Þannig koma jetpackin í gegn. Spurning hvort þeir byrja að skjóta á niður hérna. Aron tekur mikinn skaða hana og þeir fara síðan sjálfur upp í loftið. Veldrix núna á leiðinni niður. Það er Big Bro í runnanum. Það er Big Bro í runnanum. Nei! Tók ekki eftir honum. Nú, ná einum hana og núna fer hann yfir á Big Bro og hún langar að taka hann niður. Góð skot hjá Veldrix. Big Bro í algjöru vesinni hérna. Og meðan Þorri tekur hinn famous gæjan. Þeir eru bara að skiptast á Andri líka tekinn. Og það bara skiptir ekki máli þótt þið sé ekki að spila algjörlega saman. Þessi tveir eru... Sjáu hverjir eru þarna. Hérna inni. Þeir eru Kristó og félagar. Þeir eru búin að spila svona feluleikinn. Já. Vildi ekki vera partur af þessu þriggja bardaga og já, ég skil það bara mjög vel. Já. Fluffy nærast. Já, ok, tekinn af Bloops. Það náði þarna að hlaupa einhvern veginn rétt svo frá öllum skotunum hjá Bloops en síðan tekinn á endanum. Og spurning... Já, það er búið að fella Krista Disco. Það var Veldrix. Þeir hafa spottað á, verið að reyna að koma hérna inn á bakfið á. Og það er spurning hvort að C3 lendi ekki í sama hérna. Líka verið að skjóta hann lengst frá. Já, það eru fleiri sem eru að reyna að skjóta hann. Það er Benno. Sem er búinn að ná Lexa. Já. Þeir eru komnir aftur 2. Núna eru þau með skildi og að skjóta á þessa 2 og við erum komið í bardaga nr. 2 hjá þessum 2 liðum. Já. Wow! Heyrðu, hvað er að gerast? Wow! Hvaða laser var þetta? Já. Þetta er svona eins og hérna gamla hýtpissan var bara. Új, Þorri í vesinni. Já. Kom einhver laser hana, Veldrix tekur Bob. Það verður skjóta frá mörgum áttum. Minnstakosti 2. Þorri nær að koma einhverju skotinu baka. Það liði þarna upp á tindinum líka. Liðið upp á tindinum er í mjög góðri stuðu akkur og núna. En eru hittir alveg slatta mikið. Núna er einhvern veginn öll liðin að þjappa sér saman. Þú getur að vera virkilega smáir. 7 lið eftir. Lexi! Og Lexi hoppar út og hann er bara strax tekið niður á Þorra. Sá tækifærið og nýtti það vel. Hefði mögulega þurft að byggja aðeins. Benoford. Veldrix langar svo mikið að klára hann líka. Sé bara bless við þetta lið, þeir nenni ekki fleiri barndum á mótið. Fáum samt örugglega fleiri í næsta leik. Legason. Æjæjæjæjæj. Brita það niður hérna vissulega með Nóa, Slurp og Minis sem koma sér aftur inn. Bloops er að hjálpa og halda vegnum á meðan. Legason hílar. Veldrix og Þorri er ekkert að geta létt fyrir þá. Legason er mjög lár, veldur. Blúpsi algjör vandræður líka, er ekki mikið eftir hana. Nóg að vissulega byggingum. Getur byggt en... Og nú má hann bara gera það. Nú þarf hann ekkert að spara, hann þarf að byggja bara eins og Bubbi byggir. Hann ætlar bara að fara. Gæti verið riski. Hann kemst samt í skjól. Já. Einhverju hluta vegna. En vinur hans fallinn, enginn sens að ná honum aftur upp. Sigurós og það er að taka hérna Hilmar og félaga. Eru þarna upp á fjallinu. Sigurós og Amelia. Veldrix ná Benoford og það þýðir að þeir eru báðir farnir. Blúpsi tekur að gæ. Blúpsi einn eftir nær að ráðast á að gæ og núna lendir hann 1 á móti 2 hérna
í bardagablúpsi og ekki á góðum stað. Þannig hann tekinn út, en núna spurning hvort að stelpunar fara að skjóta niður á, nei, það Þorri og Veltrix sem að finna þær. Þær eru komnar í vandamál núna þar sem þeir eru byrjar að byggja ofan á þær. Og þetta eru síðustu 3 liðin, 2 hérna á toppnum og 1 alveg niðri. Við erum að fá hérna fjallstindin til að klára leikinn. Þeir fara bara ennþá herra, þeir vilja vera á toppnum. Þeir eru ansi erfiðri stöð þarna niður í Símon og Kliks. Er hann að berjast við að komast upp fjallið og það er verið að skjóta á? Hringurinn er þetta ekki bara hinum megin við eða? Jú, hann er á leiðinni hann upp. Hann er á leiðinni yfir fjallið. Símon er dottinn, sjáðu Kliks, hann er í vesinni. Hann þarf að koma sér upp þetta fjall á meðan það er verið að skjóta hann. Ég held að þetta sé engin Nei, fyrir þetta er Kliks búið, því sko. miður. Hann er bara, já, allt og mörg skot og hérna Sigurrós og Amelía lenda í því sama. Amelía fallin, Sigurrós Hringur. á hún einhvern séns, Veltrix og Þorri eru bara of hátt uppi með allt og góða stöðu. Er þetta medkit að duga til? Ég held ekki. Hún er með 2 í viðbót. Hún gæti spila sér smá tíma ef hann fer strax í annað, já. Hún kaupir sér inn á 20 sekundur á minnstakosti. En hringurinn það langt í burtu að hún er basically ekki að kaupa sér neitt nema bara lengri skjáttíma hjá okkur. Já, Sigurrós því miður, ég held að þetta séu síðustu sekundinni hinnar og það er ljúka hérna eftir smá stund. Það er vissulega bara hér og hún hafði enga leið út úr þessu og það eru Þorri og Veltrix sem að taka annan leik og það eru 18 fellur í þetta skipti. Vá, þessir 2 eru að taka yfir þetta mót. En við ætlum að hoppa í stuttar auglýsingar áður við förum síðan yfir í síðasta leikinn okkar hér í dag. Ekki fara langt. Korni, vertu klár í slaginn. Korni Smoothie. 100% náttúruleg hráefni. Án viðbætt sykurs og rotvarnarefna. Tilvalið í nestisboxið.
Já, velkomin aftur á skjáinn. 2 leikir í dúos búnir og við förum að henda okkur í þriðja síðasta bráðum. FH bræðirnir konur með 2 sigra í röð, 18 fellur núna. Þeir bara halda áfram að sópa lobbyinu út og mjög skemmtilegur lokabardagi hérna fyrir leiknum sem vorum að spila. Fór hérna yfir fjallið og eitthvað og því miður náði Sigurrós ekki að koma sér inn í hringinn. Nei, já akkurat við höfum fenguð það bara núna síðasta miðvikudag í deildinni og að lenda í svona fjallahring alveg í endan getur verið algjörlega stórkastlegir hringir þegar eru fleiri eftir og svona en því miður þá eru FH-strákarnir bara aðeins of góðir einhvern veginn í dag, þeir eru bara að rúlla þessu upp. Það eitthvað sem að þeir eru svo sem ekki alveg klárlega vanir í deildinni, þeir eru vissulega góðir og að spila virkilega vel en þeir eru ekki að sópa mikið þar. Nei, og einmitt við hvetjum bara flesta sem eru að taka þátt hérna að skoða Elko-deildina. Það núna næsta mót dúós í eftir held ég 2 eða 3 vikur, þannig að bara endilega vera vakandi fyrir það og bara prófa sig áfram í deildinni. Koma hérna og spila hér með sínum flokk og svo deildin þá náttúrulega ekkert aldurstakmark, þá ertu náttúrulega að byrja að spila með eldri. Og ég held að elstið hjá okkur hafi einhvern tímann verið 40 ára sko, sem ég held mjög mikið upp á. Þjarkur. 40 ára í Fortnite, það sjást ekki margir svoleiðis en ég náttúrulega alltaf tær snill þegar það kemur einhver svona blanda inn í þetta allt og náttúrulega virkilega skemmtilegt bara að fá sem flesta eins og segir inn í þessa deild. Það ekki alveg nógu stort lobby hérna í sólósmótinu sem í gangi. Mætti vera stærra þó að þið séu vissulega 30 og eitthvað núna. En eins og við sjáum núna í dag 50 eitthvað manns. Þetta gjörbreytir lobbyinu, það miklu meira að gera núna til að byrja með í leiknum og virkilega gaman búin að vera að fylgjast með í dag. Og þrátt fyrir það við erum alltaf að fá þessa síðustu 2 á toppnum einhvern veginn. Já. Við séum ekki bara að fara að sjá það aftur núna í 3. leik, en samt eru þeir búin að lenda alveg í vesinni af og til, en ná einhvern veginn að skópla sér upp úr því. Þorri er búin að lenda nokksunum bara í 20-30 líf eftir, samt að loka sér að og skilda sér upp. Þannig að þeir eru mjög, það hægt að taka þá, þeir eru ekkert bara óstöðandi. Já, það alveg hægt að taka þá og við erum búin að sjá, nú bara annar liðsmaður þeirra, að fá Lexi búin að vera duglegur að skjóta á þá en hefur vissulega tapað öllum þessum 4 barndum sem þeir hafa tekið. Já. En það var ekki, þeir voru ekki langt frá því og ég sko ef að stelpunnar hefðu nú kannski reynt að fylgja þeim strax á toppinn og ekki hleypa þeim svona snemma upp fjallið sérstaklega af því að þeir voru náttúrulega óhefnar með hvernig hringurinn fór síðan næst. Það fór þá bara yfir fjallið þar sem þeir voru búin að koma sér fyrir. En við erum allavega bara tilbúnir í næsta leik, þannig að það má held ég bara fara að byrja næsta lobby. Ég var allavega að fá þetta signal okkar ykkurslega. Þannig að þetta fer að styttast í 3. og síðasta leikinn okkar hér í dag, allavega í dúós. Við erum allavega múin að taka þetta raun 7. leikurinn í dag. 5. leikurinn sem við erum að sýna og það bara allt gaman hjá okkur hér í Arena. Þetta búið að vera stórkostlegur dagur. Við ætlum að klára þetta hér á síðasta leiknum. Sýnist við vera komnir inn í lobby eða ekki? Jú, við erum bara komnir, við erum mættir og ætlum að drífa okkur af stað. Rútan að fara hérna frá austur til vestur, við höfum ekki séð það ennþá í dag. Já, skemmtileg breyting, vonandi að hittast á einhverjum öðrum stöðum. Sjáum að einhverjir að fara frekar langt í burt í Glossy Lodge, allavega 2 lið þangað. Svett og mistur í, horfa á Veldrix hérna. Spurning hvort það sé bara að fara að lenda með þeim. Hvernig sýnist það? Þessi bardagi verður Veldrix neðstur á að vera með
besta droppið af þeim öllum. Þetta eru tvö góðu lið. Svetti búinn að vera mjög sterkur og Mystery vissulega líka. Nær nokkrum skotum á Þorra. Góð byrjun. Þau eru bara að fara í sama bardaga áðan sem var rosalega langur þegar að Mystery og Veltrix voru að berjast. Þeir voru að fela sig upp á fjallneðan húsinu baka skiltið. Náðu ekki að klára þennan bardaga áðan fyrir all lobbyið. Spurning hvort þeir ná að gera það núna. Fella þessa tvo. Já, ég held að það veri bara mikið fagnaðarlæti hjá öllum ef þeir sjá þá detta úr þessi lobby til að byrja með. En Þorri og Veltrix vita alveg hvað þeir eru að gera og eru stórhættulegir. Ennþá öll liðin eftir. Það er aðeins öðru þessi búningur. Það er kjóll og golfkjölva með því. Já. Hvorugt liðið að gera árás. Áður bara að koma sér í góða stöðu. Finnur hann að sjokka eitthvað sem að vantaði. Svett, spurning hvort hann vil ekki taka þetta slörp eða hvort það vil ekki gefa frá sér hljóðið. Aðeins á rólegri byrjun. Big Bro tekur út skipið í skúli. Það Veltrix er búinn að spotta og miðar hann inn til þeirra. Mystery og þeir eru meira að fela sig bara. Búinn að byggja, læti vita af sér hann að Þorri er að koma hinn með við þá. Þeir ætla Hann er að læðast. búið til samlóku. Gefur hann frá sér hljóðið allana. Veltrix er að fara inn á stað. Þannig að vita þeir eru hann inni en samt ekki. Svona bíða eftir að fá bara Þorri er allan að liða. Já. Þeir eru ekki alveg 100% en þeir eru frekar vissir og labba hérna að. Hvað er hann með í hendinni? Þeir eru að fara inn á samt tíma eða hvað? Þorri er búinn að opna! Nei, Lappar inn í! Já, Mystery var í hopninni hjá Þorra. Veltrix Nei, við erum að lenda í sama áðan. Mystery á móti Veltrix. Þetta er nákvæmlega sama og gerist áðan. Þá sjáum við þarna liðsfélagana vera að skríða. Veltrix heldur pressunni. Új, hei! FH bræður eru fallnir. Núna loksins eru að fá einhvern annan í lokin. FH bræðurnir detta út C3 Mystery og Jóra Svett taka þá hér. Og við förum að finna einhvern annan. En já, þetta er eitthvað sem við byggumst ekki við. Þeir eru búin að vera svo stöðir, svo góðir allan þennan tíma. En við tölum á hann, þá eru þeir ekki... Ódreipaleg, vá. City Boy og Hilmar ná hérna Agent og Beatrice. Góð skot frá þeim. Taka út annað C3 lið. Ég hef ekki hugmynd hvað C3 stendur fyrir en mjög margir merktir því. Ferum við yfir á annan C3 Kleggs. Það verður að pressa á hann, taka hann hérna. Krummi og Orsson. Mætt í náttfötin fyrir síðasta leikinn. Hvað er liðsfélaginn hans? Það er góð spurning. Nú koma sér eitthvað burt. Ætli hann hafi bara verið að ná honum upp. Er hann hérna inni? Ætli það sé, ekki verið. er það Barry? Nei. Er ekki því... Spurning. Lexi í einhverjum bardaði sem sem er. Tekur hana Aron Andra. Ja, þeir náðum báðum. Famous Soul og Aron Andri. Feldir hérna af Lexa og Benno. Og Lill Hjálmar í bardaði fylgir Skýr. Tekur síðan Cap Joker. Bardaðar út allt. Það er
Dynamite tekin út. Barry leifir hún bara að falla og kýsa að fela sig inn í runnanum á meðan. Eins og sjáum, það sést ekkert í hann, eða jú, það er kannski hægt að sjá hann aðeins þarna. Það er svo stórt vélmenni hann. En hann ætla bara að láta heyra í sér. Hann er mættur! Lendir hann að hliðinu honum, er ekkert að pæla í. Spurning hvort hann hefði bara mist mús eða lyklaborðið eða eitthvað. Hann hætti bara. Já, þetta var frekar spes. En já, náttfötin taka það algjörlega til sín og Já, það er ekki komin 8 tími strax hjá þeim. Þetta er einhver bardagi, Sigurrós og Amelia. Amelia er felld og það er Lexi og Kó sem er að pressa. Lexi og Benno virkilega lár. Spurning hvort að Lexi nær að klára. Það er að úr öllum áttum og stelpunnar eru teknar úr leik. topp 2 liðin tekin út af reynda bara Já. liðum sem eru búin að vera í góðum bardugum. En núna Lexi og Benno þurfa ekki að berjast aftur á móti FH Brærunum. Nei. Bara vel gert hjá Á Lexi. pásu frá því. Tekur hérna svett. Mystery og Svett í algjörum vandræðum. Og þetta eru liðin sem að voru að taka út topp 2 liðin. Þetta eru bara mjög sigurstranglegir lið, Mystery og Svett og síðan Benno og Lexi. Hún har verið að spila mjög góða leiki í dag. Og Benno býður hérna eftir liðsfélaganum. Hérna kemur Svett að rúlla burt en tekið niður og Mystery á bakvið tríið. Byggir síðan inn. Lítur ekkert rosa vel út. Nei, þarf að byggja undir sig líka. Þetta er leiðilegu staður til að vera á. Þarna heitur allavega einu sinni. Þetta er skotið meira á hann. Mystery kemur sér niður, er að reyna að koma sér út úr þessari stuði, er með 1 jetpack, 1 eftir. Nei, það er og lokað á hann. Nei, hann kemst. Þeir skjóta á hann, ná að brjóta skjöldin, 32 og hann kemst í burtu. Hann beint í Big Bro og Little Bro. Spurning hvort að þeir sjá hann. Big Bro virðist ekki sjá hann og Þetta Lexi og Benno eru svona komnir aftur og byrjar að Hvernig er hann ennþá á skjóta. lífi? Þarna fellir hann loksins. Lexi og Benno, þetta er lið sem ég er að búast við langt núna fyrst að þeir loksins fá að sleppa við FH Bræðina. Og nú er bara spurningin, Lil Bro, Big Bro, eru þeir að fara og Lil Bro lendir í skoti frá Benno, er að reyna að flýja hér. Benno fylgir eftir með jetpackinum, kemur hérna yfir fjallið. Lil Bro tekur jetpackin líka. Og Lil Bro, brotið hann skjöldin aftur. Gott headshot og Lil Bro fellir á Benno. Virkilega góð skot frá Benno sem að ná að taka hann. Hvar er Big Bro? Hann er alltaf að skilja bróður sinni eftir. hann er bara einhvers vegar lengst í burtu. Þeir eru alltaf ekkert að spila saman. Hann er ennþá reiður út í litla bróður sinn fyrir að hafa tekið hann út hérna í Solos fyrir í dag. En allavega ekki að tengja nógu vel. Góður bardagi hér í gangi, Seitin, útgokkin. Gott skot. Lítið eftir hann að náður honum. Báðir sem mjög lágir sko. Spurning bara hvar liðsfélagi 2AM Bot er. Var hann ekki tekinn út strax? Jó. Eða fjall hann fyrst? Ég held að þetta hefði bara verið... Maður sjá, City Boy er hérna að felast í 200 pumpar hann. Tekur út Benno. Í einu skoti, hann er náttúrulega með gullbyssuna þannig að hann getur það. Og spurning hvað Lex ætlar að gera núna. City Boy panikar svona smá en kemur sér í góða stöðu. Og mér sýndist bara að Lexi vera bara að láta sig fara. Já, hann fór. Lexi ætlar að peka upp vinn sinn. Benno búinn að gera það tvisvar fyrir Lexa. Og núna komum tími fyrir akkurat hitt. Herru, Lexi lendir bara í öðrum barda en það beint. Ekki það sem hann vildi komast í reboot van. Nær hans
Dreki. smá skjöld hérna. Dreki kemur með gott skot hérna inn á milli. Lexi er mjög lár núna, er ekki með neitt til að koma þessu lífi aftur upp nema hann nær fellu. En Dreki Drekason og Lúpsi eru að ráðast hérna inn. Komast inn í húsið, Lexi er mjög lár, er hann að falla hér, já! Og það er Lexi og Beno líka fannir. Mér finnst einhvern veginn öll þessi stóru nöfn vera að detta núna niður. Hvað erum við að horfa á hérna? C3 Shade. Hann er í rusla, þeir eru bara í rusla. hérna hliðin á bara blúpsa á þeim. Það er fyrirleikurinn hjá þeim, heyrðu. Einhver að nota reboot van rétt, já. Hver ætlaði að það hafi verið? Það var Hilmar og Kó. Hilmar kemst aftur inn í leikinn. Hilmar og Cityboy koma sér aftur inn í svæðið, inn í hringinn. Þarf að drífa sig. Cityboy líka. Cityboy frekar aftarlega. En eins og við sjáum þá byrjar hann bara með eina skambissu og ekkert líf eða neitt annað. Erfið staða, en við hefum nú séð alls konar gerast í Fortnite. Þarf bara eina góða fellu, getur verið heppinn og komið akkurat eftir einhver góðu bardagi að klárast og náð síðustu fellinni, tekið all lútið. Cityboy er ekkert hann er rétt svo nær inn í hringinn, hefur ekkert til að híla. Núna þurfa þeir eiginlega bara að bíða og vona, finna eitthvað gott. City nær, Falla. Mortis hérna í slæmri stuði, ákveður að fljúga af stað. Er hittur, en C3 Shade líka að fljúgandi. Akkurat það sama, bara hittur en ekki meira. Halda áfram að reyna að skjóta hérna eftir þeim. Og náttútinn klálega halda þessu gangandi. Herru, Big Bro er búinn að ná Lil Bro upp. Herru, það er held ég bara í fyrsta skipti sem að þeir ná að gera það. Og ég veit ekki alveg hvað þeir eru að gera núna. Þeir eru að leita að einhverju lúti. Ná þarna í fullt af dóti sem við búum að skilja eftir hérna. Þeir eru smá valkvíða. Þeir hafa ekkert rosa mikinn tíma í þetta, en þetta er kannski gott af því að við förum nú að hringunum fer að minnka rosa mikið. Blúpsi og Dreki fela sig í runnanum með hérna að koma skot bara í gegn og er spurning hvort að þið hitta á óvart. En hérna er stór bardagi. 3 lið. Það eru bara öll liðin að mæta á þetta svæði. Það eru 2 önnur lið, C3 hérna að koma inn. Cityboy í algjörum vandræðum. Alveg upp í hringinn. Seitin tekinn út af Orson. Lútgokkin byrja jetpackið, en er hann ekki bara skotið niður? Engin skot að koma. Nær að koma sér hérna inn í hringinn. Hann reyndar að fara í burtu frá hringnum. Lil Bro og Big Bro teknir af hringnum. Nei, storminum. Þetta er einmitt það sem við tala um. Herru, náttfötin eru fallin. Orson er enn á lífi. Spurning hvort að hann næra hefna félagi sínum. Herru, það er einhver að reboota núna. Hver var það? Það er Seitin sem er mættur, en það verður að skjóta hann strax í loftinu. Rosalega seint og óalgengt að fólk næri einhverjum svona upp svona seint í leiknum, eins og við sjáum. Lútgokkin tekið niður. Og það þýðir að Seitin er ekki með neitt á sér og einn eftir í því liði. Mortis klárar hann hérna. Mortis og Shade mættir hérna. Þurfa að koma sér í hringinn. Seitin fallinn í storm. Hann reyndi að fara hérna inn en það gekk ekki. Orson hérna með high ground á þetta.
er enn á lífi, einn eftir af sínu liði. Sjáum það akkurat 6 lið eða yngist 10 spilarar, það eru 2 lið sem eru bara einn eftir. C3 Mortis að leita að einhverju hérna, ætlar að sninka hérna. Ósynlegur Shade. Hérna birtist hann, Þeir eru þeir eru 2 ósynlegir fyrir framan á. Blúpsi og Dreki. Þeir eru hérna bakvið. Já, þeir eru á bakvið, það er vissulega rétt og að C3 Shade bara tekið strax niður, Blúpsi og Dreki snöggir að þessu. Mortis lætur fara, hann har ekkert líf og er tekinn í loftinu. Dreki og Blúpsi að gera virkilega vel, ná einu öðru liðið niður. Núna 5 lið eftir. Elli Ninja hérna í einhverju iglu. Krist og Disco auðvitað að fela sig inn í runna. Hann elskar að spila feluleikinn. Það er hans taktík. Nú er bara spurning hvort að við förum í svona fimm lið eftir. Eitthvað svona Blúpsi komnir inn í hring. Á hérna einhver göng. Spurning hvað Hilmar þeir ætla að gera. Þeir fá hringinn til sín. Það sjáum við aðeins hvernig staðan er. 4 lið eftir. Orson er 1. Orson fer í loftið. Kemur hérna niður. Blúpsi reynir að skjóta. Þeir eru á mjög góðum stað. Krist og Disco og Guy. Þeir eru teknið niður hérna. Krist og Disco fallinn. Guy nær að skjóta. Orson er að ná að koma sér inn. Blúpsi og Dreki hins vegar að mæta hérna City Boy og Hilmari. Orson fallinn. Hérna Hilmar kemur út á móti Dreka og Blúpsa. Þeir sína sig á móti hvorum öðrum. Blúpsi fær annað skot á sig. Hilmar tekur Drekason. Blúpsi tekur jetpackinn hérna en það er eitthvað fyrir honum, hann fer ekki langt. Nær einum niður, virkilega vel gert hjá Blúpsa. Hann klárar hann fyrir lífið. 3 spilar eftir. Hilmar er að detta niður, er að reyna að koma sér lengar niður til að fá betra skot á þetta. Blúpsi lendir í Guy. C3. Það er 1-1. 1-1. Guy á móti Hilmari. Hilmar þarf að fara að koma sér niður, gerir þetta virkilega vel. Nær öðru skoti á hann. Guy nær síðan skotið tilbaka. Hilmar bóksa sig inn, kemur sér út og það er að Guy sem hann klárar þetta fyrir sitt lið. Krist og Disco og Guy. What? Þeir ná einu sigri. Þeir ná einu sigri eftir að fela sig allan leik. Já, það er stundu taktikinn sem þú þarft að gera. Þetta var vissulega síðasti leikurinn okkar hér í dag. Síðan er verðlaunarafhending hér klukkan 4 hérna frammi fyrir ykkur sem eru hér frammi. Ég sé að það fólk er allavega að fara að stað, fagna smá hér. En fyrir ykkur heima þá ætlum við bara að ljúka þessu svona held ég hér í dag. Þökkum bara öllum fyrir sem voru að fylgjast með. Þökkum öllum keppinum fyrir að mæta hérna að rýna. Þetta búið að vera frábær dagur, langur og góður og við fáum flotta verðlaunarafhendingu hér á eftir. Einhver síðustu orð frá þér, Gunni? Nei, bara geggjað að fá að lýsa þessu og bara vona að komi bara ennþá fleiri á næstu mót og við getum bara haldið að byggja upp deildina eins vel og þeir búið að ganga og ég hvet alla til að tjekka á Elko-deildinni einmitt sem eru að keppa hérna en annars held ég þetta sé bara gott frá mér. Já, segjum það gott. Korni, vertu klár í slaginn. Korni Smoothie. 100% náttúruleg hráefni. Án viðbætt sykurs og rotvarnarefna. Tilvalið í nestisboxið.
F